Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 29. október 2025 klukkan 16:32. Þetta 881. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag einn varabæjarfulltrúi Guðmundur Hreinsson í forföllum, Dagnýjar Kristinsdóttir bæjarfulltrúi innan Mosfellsbæjar, aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins í dag eru alls 12 mál, þar af eru 6 fundargerðir til afgreiðslu, 1 almennt erindi og þá 5 fundargerðir til kynningar. Forseti vill áður en gengið verður til dagskrár taka hér þar sem óskað eftir að bæta við með afbrigðum undir lið 7 annarri tillögu í liðum kosninganefndir og ráð heldur en þá sem að fylgdi með upphaflegu fundarboði. Það tillaga breytingu á varamanni í stjórn Sorpu. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja að taka þá tillögu inn með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrármál fundargerð 680. og 5. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 16. október síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1.1 sem heitir ráðning í stöðu sviðsstjóra velferðarsviðs og þar var tillaga sem stendur ráðningaferil í tengslum við auglýsingu á stöðu sviðsstjóra sviðsins. Sigurbjörg Fjölnisdóttir sem hefur verið starfað hjá Mosfellsbæ undanfarin 7 ár. Hún hefur verið ráðin sem forstjóri ráðgjafar og greiningarstöðvar og hún mun láta á störfum núna í desember og ég vil bara fyrir hönd Mosfellsbæjar óska henni Sigurbjörgu innilega til hamingju með þetta mikilvæga starf og þakka kærlega fyrir afar vel unnin störf fyrir Mosfellsbæ í gegnum tíðina. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óskar til að tala um þennan lið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka undir orð bæjarstjórans og óska Sigurbjörgu Fjölnisdóttur til hamingju með nýtt starf þar sem að kannski rak augun í þegar ég las þetta hérna undir þessu að hún búin að vera hjá okkur í rúmlega 7 ár og það kannski ánægt að segja frá því að ég var einmitt formaður fjölskyldunefndar þegar hún kom þar inn, þannig að ég hef verið með henni frá fyrsta degi. En þetta segir manni kannski hvað tíminn fljótur að líða, þannig að ég óska henni bara sjálfur til hamingju með þetta nýja starf og ganginni vel og ég óska bara þess líka að við finnum góðan arftaka í hennar stað. Takk fyrir. Fleiri sem óskar til að taka til máls undir þessum lið. Svo tel ég ekki vera en forseti tekur undir þessar hamingjuóskir og þakkir til Sigurbjargar og telur að hann tali líka fyrir hönd annarra bæjarfulltrúa. Fundargerðin opin fyrir umræðu öðru leyti. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1.2 sem heitir Þverholt 2 Kjarni, leiga og breytingar. Við sem sagt bæjarráð samþykkti tillögu og heimild til að taka á leigu og gera ákveðnar endurbætur á húsnæði á jarðhæðinni hér í Kjarna. Þar hefur verið fasteignasala á undanförnum árum. Þetta 176 fermetra rými og þar ráðgert að vera með taka á móti gestum, vera með biðstofu, vera með viðtalsherbergi fyrir börn. Þar verður líka vinnuaðstaða fyrir skrifstofu umbóta og þróunar. Þannig að við erum alsæl og það mikil tillökun að geta tekið á móti bæjarbúum. Við höfum verið með allt og litla biðstofu hér upp á
annarri hæð og þannig að þetta verður mikil breyting. Nú við sögðum upp rými sem við vorum með á leigu á 7. hæðinni á móti, þannig að heildar svona fermetra aukningin kannski 90 fermetrar. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1685 fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Annað dagskrármál fundargerð 687 fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 23. október síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð, tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1687 fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þriðja mál á dagskrá fundargerð 33. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 21. október síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Í þáum barna og ungmenna eða úrlinga. Þetta bara eitt af þeim verkefnum sem við höfum komið á þessu kjörtímabili sem einna stoltust af. Þetta verkefni, börnin okkar, kom til vegna fjölgunar barnaverndartilkynninga sem átti sér stað á árinu 2024 og því var ákveðið að setja 100 milljónir í aukalegt framlag í forvarnir fyrir börnin okkar. Ég var að hugsa það í dag því ég var aðeins að hugsa hvað ég ætti að segja hér að það væri eiginlega magnað að hugsa til þess að við kynntum þetta verkefni nánast fyrir ári síðan og þessar aðgerðaráætlanir eða þann 13. nóvember 2024 og í dag eru eiginlega allar aðgerðirnar komnar til framkvæmda. Það eru eitthvað 1 eða 2 ennþá í vinnslu sem eru alveg að líta dagsins ljós. Og eins og flestir vita allavega hér og væntanlega þeir kannski vita það þá núna sem eru að hlusta að þessi aðgerðaráætlun, hún með 27 aðgerðum sem skiptast í almennar forvarnir, snemmtækan stuðning og styrking barnaverndarnefndar. Og þessar aðgerðir hafa verið unnar undir dyggri forystu bæjarstjórans okkar, Regínu Ásólfsdóttur, og byggir á ekki bara öllu faglegu og góða starfinu hér inn í stjórnsýslunni, heldur allslags vinnufundum, vinnustofum, fundum, samtölum við ungmennin okkar til dæmis, foreldra, bæði miðstigs og elstastigs, ungmennaráðið, og fullt af starfsfólki Mosfellsbæjar og þeim fjölmörgu sérfræðingum sem vinna í þjónustu við börn og ungmenni. Og vil ég bara þakka fyrir þessa frábærar öllum sem hafi komið að þessari vinnu. Því að ég verð að segja að mér hefur fundist fólk leggja hug sitt og hjarta við þetta verkefni og hreint út sagt dásamlegt að sjá hvað þetta hefur hjálpað mörgum og glatt marga. Sum verkefnin eru lítil en gleðja mikið, önnur eru enn mikilvægari og hjálpa foreldrum og aðstandendum. Og þetta bara verkefni, ég veit ekki alveg, mér finnst það meira vera að vekja eftirtekt núna heldur en fyrir ári síðan. En það kannski út af því að þessar aðgerðir eru komnar og bara minni á það hvað forvarnir eru mikilvægar. Og mér langar líka að segja eitt sem ég fannst ekstra skemmtilegt í dag. Þegar ég var bara að fara inn á bæjarstjórnarfundin okkar og skoða málin og svona, þá fór ég inn á náttúrulega heimasíðu Mosfellsbæjar og þið vitið, eða ef þið vitið ekki, þá er komið svona viðburðardagatal og það voru 4 viðburðir núna sem eru núna í þessari viku og þeirri næstu
og 3 af þessum 4 viðburðum eru viðburðir út af börnunum okkar. Pæli í því, 3 af 4. Og ég verð eiginlega bara að fá að lesa upp, það námskeið fyrir foreldra með uppeldi barna sem með ADHD. Það annað námskeið sem líka í boði og búið að vera oft í boði og bara alltaf uppselt á, að tengja uppeldi, tengsl og foreldrahlutverkið sem örugglega mest af hlutverk sem við fáum í lífinu, að vera foreldri. Og svo það fyrirlestur og umræður held ég alveg örugglega í Hlégarði 15. nóvember sem ég hvet alla til að fara á, sem yfirskriftin Foreldrasátt samfélagsmiðla og skjánótkun barna og unglinga. En við hér í Mosfellsbæ og í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, við viljum fjárfesta í framtíðinni, við viljum fjárfesta í börnunum okkar og gera allt sem í okkar valdi stendur til að styðja við þau og fjölskyldur þeirra. Þú veist, við þurfum að leggja meiri forvarnir, en ekki að reyna að lækna eftir á eða plástra hér og þar. Öflugar forvarnir skipta máli og það fjármagn sem við verjum í það vel varið. En það samt líka mikilvægt. Hér við bæjaryfirvöld og við í pólitíkinni að leggja hönd á plóg, að reyna að hjálpa til, að láta fólki eða ungmennunum okkar líða betur. Og það líka mikilvægt að við tökum höndum saman, að samfélagið taki höndum saman. Ömmur og afar, frændfólk og frængur og frændur og foreldrar og við hér í stjórnsýslunni. Til þess að við náum þessum settum markmiðum. En við ætlum ekki að skorast undan og okkar ábyrgð og viljum fá alla með okkur að vinna með svo öllum líði vel hér í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Það forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli, málið 3.5. Börnin okkar aðgerðaáætlun þá barna og unglinga í Mosfellsbæ. Þetta verkefni að sönnu mjög gott og ekkert út á það að setja og við tökum undir það þau orð bæjarfulltrúa Höllu Karenar það hversu mikilvægt þetta Það sem að gerðist hérna akkurat fyrir ári síðan það bil þá var þetta kynnt fyrir fjárhagsáætlun 2025 og við samþykktum þetta í bæjarráði vegna þess að þetta auðvitað bara mjög gott mál og mjög þarft mál. Það sem við settum út á þeim tíma var það að eftir þetta var kynnt og eftir að við fórum að kalla eftir hvað ætti að sparast í fjárútlátum sveitarfélagsins vegna þess að eins og kom fram í fjárhagsáætlun þá var reksturinn ekki sjálfbær á aðhlutunum að þá átti að spara hérna 200 milljónir og það kom í ljós að það átti að taka að skólunum var gert að spara 100 milljónir á þessu ári og okkur fannst að skjóta skökku við vegna þess að ástandið í skólunum þannig að þau kannski ekki mega ekki við því að það sé verið að skera niður fjármagn til þeirra. Og við tókum svo sem aðeins á þetta hér í bæjarstjórn, meira og minni hlutum, hvort að þarna væri samansemmerki á milli, en þetta samt eitthvað sem var gert og þeim var gert að spara milljónir. Við vorum sannfærð það að þær 100 milljónir sem ætti að taka af, eða rétt tæplega 100 milljónir af skólanum, það myndi ekki koma niður á starfsemi skólana. Við höfum svo sem aðeins verið að fylgjast með auðvitað á þessu ári hvernig staðan í því. Vonandi verður það þannig að þetta hefur ekki haft mikil áhrif, en maður spyr sig auðvitað ef það að taka 100 milljónir af skólum í Mosfellsbæ án þess að það komi nokkur inn á starfseminni, þá það auðvitað mjög athyglisverð niðurstaða. Við vissum samt í sömu skólum þá að verið að fella niður og minnka til dæmis forfallkennslu og annað slíkt, þannig að við vorum heldur ekki alveg sammála það hversu sársaukalaus þessi aðgerð væri. Þannig að tala að það hefur komið auka 100 milljónir í börnin okkar. Vissulega voru þetta ekki peningar sem voru þarna fyrir, en hvaðan komu og það var það sem við vorum kannski að setja út á, að á sama tíma það verið að gera þetta, að þá var tekið út á móti
nánast sama upp frá skólanum. Við fylgjumst með því eftir að þessu ári lýkur og auðvitað fram á vor hvort að þetta hafi haft einhver áhrif vonandi sem minnst, en ég vil samt ítreka það algjörlega að við styðjum þetta verkefni 100% og það til mikillar fyrirmyndar og oftar þörf en nú nauðsyn, þannig að við þurfum örglega að setja aftur 100 milljónir á næsta ári vegna þess að það er krefjandi verkefni sem að býða okkur í menntamálum og skólamálum og að halda utan um krakkana. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og góðu bæjarfulltrúar. Ég kem hér aftur upp fyrir sama máli. Ég hélt að bara til að kannski aðeins koma upp eftir að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson kom hérna upp með sína skoðun. Auðvitað erum við ekki alltaf sammála og þannig erum við sko alls ekki sammála. Þetta verkefni börnin okkar kom ekkert í staðinn fyrir eða var tekið af og sett aftur inn. Það var bara þannig að eins og allir vita að rekstur sveitarfélaga bara, myndi maður segja, bara ágætlega erfiður og það þarf að huga að mörgu og alltaf sífellt viljum við bæta okkur og hafa betri þjónustu og kemur alls konar upp á og þá við erum með yfir 20 milljarða króna veltu sem við fáum hérna til að nota í okkar starfsemi og við vildum bara gæta hagræðingar og það var 2%, 1-2% yfir allt, ekkert bara því að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson talar bara skólana, þetta var bara yfir allt. Það áttu allir að fara í að skoða hvað var hægt að gera til þess að hagræða ögn, til þess að við hefðum, meiri peninga milli handanlega að gera annað. En ég þarf kannski að biðja Regínu að koma hérna upp til þess að segja betur frá því í hvað fólust þessar hagræðingar. Ég man það ekki alveg þegar það er síðan hvað var algjörlega gert, en þannig ég gjörsamlega ósammála og ég vil bara ítreka að forvarnir og ég bara minni á að við settum inn núna komnir sálfræðingar inn í skólana. Nú það er sett vikulega, sálfræðingar í öllum skólum, það opin foreldralína til foreldra sem til ráðgjafar, alltaf, alla mánudaga bergið með aðstöðunir í allt í dottum með Brúarlandi, þar sem 12 til 25 ára geta komið og fengið ráðleggingar og aðstoð. Og við erum búin að bæta samskipti barna, það hefur alltaf verið gott, en efla, segjum það frekar, efla samstarf barnaverndar við skólana, við erum komið með hegðunarteymi, við erum með unglingaráðgjafa til að vera nær unglingunum og ég bara vitið í alvörunni, 100 milljónir í börnin okkar búið að gera svo gott að við skulum vera að tala það að við séum að taka af skólanum eitthvað. Ég ætla að fá bara betri útskýringu frá Regínu með hagræðingarnar. Þannig að ég segi bara, ég ekki sammála, en það má vera ósammála. En ég vildi bara koma með útskýringar okkur. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri Gilsvöll. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við settum 200 milljón króna hagræðingarkröfu fyrir árið 2025 og það var tekið til í öllum rekstri og það ekki hægt að segja að það beinleiðis farið X frá þessari stofnun eða X frá hinni stofnun. Við tókum meðal annars mið af því hvar var við að gera best og höfum verið að samræma fjárframlög á milli stofnana og við erum komið með nýtt líkan þar sem við erum að reikna út fjárframlög inn í grunnskólana meðal annars, þannig að við höfum unnið virkilega vel á árinu 2025 varðandi kostnað í rekstrinum. Það sem að gleymist að geta líka að skólarnir fengu 330 milljónir aukalega úr bæjarsjóði á árinu 2025 og það meðal annars vegna kjarasamninga
og það hefur aldeilis bætt starfsumhverfið að geta borgað kennurunum betur heldur en við höfum gert áður og við væntum mjög mikils af því. Það er verið að vinna með svokallað virðismat á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og þannig að það er ekki eins og við höfum tekið úr skólunum, við bættum í skólana. Ef að það er verið að stilla því upp að 100 milljónar í börnin okkar hafi farið beint út úr skólunum, þá segi ég að móti komu þá 330 mínus 100 sem eru 230 auka milljónir inn í skólakerfið. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarstjóri Ásgeir Gjörsson. Já, takk fyrir það. Forseti, við erum komin í skemmtilega talnaleiki hérna. Ég vildi bara halda þetta til haga að Halla Karin bæjarfulltrúi kemur hér upp og telur upp hérna þau góðu verkefni sem eru innan varnanna okkar og segir svo að við megum vera ósammála. Auðvitað megum vera ósammála og það er bara alveg eðlilegt. Við erum algjörlega sammála það hvað þetta góða verkefni er að skila okkur og við samþykkjum það alls saman og hérna við munum vera stolt af því hér í Mosfellsbæ og vakið mikla og góða athygli og vonandi verður til þess að fleiri feti í fótspor okkar með þetta. Það sem við erum ekki sammála er það að ég veit ekki hvernig hvort sem þetta voru 96 milljónir eða hvað. Það er óhjákvæmilegt að ef að það er farið fram á sparnað í grunnskólum Mosfellsbæjar upp á 100 milljónir þá hlýtur það að koma einhvers staðar niður á starfseminni. Ég er ekki að segja að börnin okkar þessu hefur verið skipt út en það hlýtur að koma niður á starfseminni ef það eru teknar út 100 milljónir úr starfsemi skólans eins og til dæmis það var fækkað í varðandi forfallegt kennslu og annað slíkt. Það hlýtur að koma einhvers staðar niður á starfseminni og á sama tíma og við erum að horfa á sögulegt hámark á langtíma veikindum og öðru slíku að þá hefur maður auðvitað áhyggjur og við höfðum áhyggjur af því að þetta gæti komið niður á skólunum. Það að segja að það hefði verið sett 350 milljónir inn í skólana á móti 330, mann ekki hvort það var, út af kjarasamningu kennara. Við erum öll sammála hversu mikilvægir þeir voru, en það er eiginlega ekki hægt að stilla þessu upp með þessum hætti. Vegna þess að kjarasamningakennara sem fóru vissulega umfram það sem var samið á hinum almenna markaði og það var bara nauðsynlegt til þess að ná þeim samningum að það kemur kannski ekki beint inn í staðinn fyrir þessar fjárhæðir sem voru teknar út. Vonandi er það rétt sem að við tókumst aðeins á í fyrra að þetta kemur ekki niður á starfsemi skólana en við vöktum athygli á þessu þá og ég vildi bara vekja athygli á þessu aftur núna í þessari umræðu vegna þess að við hefum líka fullan skilning á því að það þurfa að hagræða miðað við bara hvernig ástandið er í efnahagsmálum í þjóðfélaginu og það er auðvitað erfitt og við höfum fullan skilning á því að þurfa að skera niður í sveitarfélagi eins og okkar en þá skiptir það öllu máli hvað er verið að skera niður og í hvaða málaflokkum og ef þetta er þvert á alla málaflokka og spara 200 milljónir en samt fóru tæplega 100 milljónir út úr skólakerfinu. Það virðist að hafa mikið, tæplega helmingur af þessum 200 milljónum fór þá út úr skólanum. Þannig að það var það sem við vorum að setja út. En vonandi kemur þetta ekki á sök eins og ég sagði á, en vildi bara halda þér aftur til haga að við erum ekki ósammála og erum algjörlega 100% bakvið börnin okkar. Ég vildi bara vekja athygli á þessu að það er spurning hvort að við getum verið að skera niður fjármagn til skólana miðað við hvernig verkefnin eru þar, mjög krefjandi og hvort að við þurfum þá kannski að horfa í aðra þætti í rekstri sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lovísa. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er gaman þegar að við fáum þessa déjà vu umræðu upp hjá okkur. Já, það er gott að geta verið ósammála. Það eru nokkrir þættir í þessu sem ég vil rifja upp. Og kannski
svara. Ef að það talnaleikur að segja að launin, eða eins og bæjarstjóri fór hérna yfir áðan, að það hefði komið 330 milljónir til viðbótar úr bæjarsjóðin í skólana á móti þá þessum 100 sem kom út úr hagræðingu í skólanum, að það talnaleikur, þá get ég ekki annað séð heldur en að það sé líka talnaleikur að vera að leggja jöfnu peningum sem var eyrnamerktur í börnin okkar og síðan hagræðinguna. Ef að fólk hefur áhuga á, þá getur það farið og horft á upptökuna af því þar sem við útskýrum í mjög ítarlegu máli fyrir bæjarfulltrúa, Ásgeirs Sveinssyni og fleirum, í hverju hagræðingar aðgerðirnar fólust. Eins og Regína kom hérna inn á, þetta var þvert á öll svið bæjarins, það kemur í ljós að það forfallakennsla í einum skóla sem ekki öðrum skólum. Það hafði talsverðan aukakostnað í för með sér fyrir þann skóla. Við viljum að allir nemendur sitji hérna við sama borð. Við getum svo íhugað það hvort við viljum þá hafa það forfallakennslu í öllum skólum á móti. Það var tiltekt bara á alls konar bókarslyklum. Það var mjög skemmtileg umræða. Ég nenni ekki að fara dýpra í hana akkurat núna, en ég andmæli því að tala einhver töluleik í þessu samhengi, vegna þess að það svo sannarlega þannig að við erum bara með einn bæjarsjóð. Það mjög eðlilegt að við séum sífellt að skoða rekstur bæjarins og taka til alveg sem sjálfstætt verkefni. Síðan erum við með annað verkefni sem við vorum líka öll sammála hérna í bæjarstjórn að væri gríðarlega mikilvægt að ráðast í, og ég þakklátt fyrir það að heyra hér frá bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni að þau styðji verkefni börnin okkar, því að það hefur svo sannarlega sýnt sig að það hefur verið gríðarlega þarft og ennþá þörf á því. En svona verkefni verða ekki að raunveruleika nema að þeim sé eyrnamerktur peningur. Og það það sem við gerðum og í því felst munurinn. Þegar það sérstaklega ánafnað peningur til að fylgja á eftir fögru orðunum. Síðan koma kjarasamningar og þar kemur hækkun til og okkur tókst enn frekar með hagræðingu og útsjónarsemi okkar góða bæjarstjóra og teymisins hér í húsi að leiða það hérna inn í rekstur bæjarins án þess að við þyrftum að skera niður í annarri þjónustu. Bara eitthvað sem að mér finnst virkilega vel gert. Og ég minni aftur á að það kemur á sama bæjarsjóðnum, þessar 350 milljónir sem fara inn á bókhalslykla skólana, svo við förum aðeins aftur inn á tæknilega leiðilega málið. En aftur vil ég ítreka það að við erum að tala hér verkefni börnin okkar sem bara með þeim betri verkefni og ég tek undir með bæjarfulltrúa Höllu Karen Kristjánsdóttur að bara eitt af þeim verkefnum sem ég allra stoltust af í okkar tíð hérna í bæjarstjórninni og við heyrum það bara hreint og beint frá foreldrum út í samfélaginu hvernig þetta hefur komið og gagnast þeim og börnunum þeirra sem það bestu meðmæli sem maður getur hugsanlega fengið. Og ég vona að bara öllum bæjarfélögum og öllum sveitarfélögum í landinu beri gæfa til að fara í svipaða vegferð og við höfum gert hér. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fræðslumálin eru 50%, þá erum við að tala leikskóla, við erum að tala grunnskóla, við erum að tala frístundaheimili. Það það stór hluti af okkar rekstri að það óhjákvæmilegt að þegar við gerum 200 milljón króna hagræðingarkröfu að það komi eitthvað niður á að þessar stofnanir þurfi líka að hagræða. En að þessu sögðu að þá auðvitað gríðarlega mikilvægt að hlúa að skólanum okkar og ég tek heilshugar undir það sem hefur komið hérna fram að það er auðvitað okkar fremsta verkefni. En það sem skólar hafa kallað mikið eftir meiri skólaþjónusta til dæmis
meiri sálfræðiþjónusta inn í skólana, aukið aðgengi, foreldra að fræðslu. Við vorum hérna með stóran fund niðri í Hlégarði þar sem að foreldrar kusu hvað myndi gagnast þeim best í í uppeldi barnanna sinna og hvað geti þau gert og hvað geti Mosesbær gert og það kom mjög eindregið að óskum það að vera með meiri fræðslu. Þannig að við höfum verið að mæta þessu á margvíslegan hátt og við höfum verið að reyna að fara í svona aðgerðir til sem að gera það verkum að auðveldara aðgengi að þjónustunni. Hún sé sýnilegri og auðveldari aðgengi. Þannig að, en ég vil endurtaka þegar við fyrir með 200 milljón króna hagræðingu að það ekkert óeðlilegt að við þurfum líka að fara yfir allt í skólakerfinu hjá okkur og skoða. Við vorum meðal annars með KPMG skýrslu, höfum gert hana núna áhættugreiningu á árinu þar sem við vorum að bera saman kostnað í skólakerfinu okkar, kostnað við menningarmál, kostnað við umhverfismál, kostnað við velferðarmál, miðað við önnur sveitarfélög og við erum bara ágætlega vel sett í Mosesbæ hvað það varðar en auðvitað þetta einna mikilvægastu stofnanir okkar og það vantar alltaf pening inn í öll þau kerfi sem að sveitarfélögin eru að reka. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla ekki kannski að lengja þessa umræðu mjög mikið. Það er bara gott að heyra að það eru allir sammála hér við borðið mikilvægi verkefnisins börnin okkar. Ég verð samt að og það alltaf, ég verð samt að viðurkenna að þetta er svona, þetta líktar svona dálítið á svona að pólitík og það er líka bara allt í lagi, við erum í pólitík. Vegna þess að það glymur dálítið í huga mér gagnrýni sjálfstæðismanna á núverandi meirihluta að leggja ekki fram hér fyrir þessu kjörtímabili hagræðingartillögur og svo þegar að koma hagræðingartillögur þá eru þær ekki nógu góðar. En gott og vel, við vinnum bara á mismunandi hátt. Aðalatriðið er að stór hluti af verkefnunum sem falla undir þennan hatt, börnin okkar, eru verkefni sem skólarnir voru búin að kalla eftir, ekki bara í ár, ekki bara í 2 ár, í mörg ár. Hér hafa þau verkefni verið nefnd, til dæmis aukna sérfræðiþekkingu inn í skólana sem núna er búið að bregðast við, en aldrei, við vitum líka alveg öll að það má alltaf gera betur. Við erum ekki komin á neina endastöð í að styðja betur við skólana til að sinna sínu margbreytilega hlutverki því að skólarnir eins og við vitum líka hafa alltaf gjörbreyst í gegnum tíðina frá því að við allavega sum okkar vorum í barnaskóla. Það hét barnaskóli þá sko. En mér langaði bara svona aðeins að koma upp og segja sko það er gott að heyra, allir eru sammála og ég vona að allir hér inni tali fyrir þessum verkefnum úti þó að fólk noti náttúrulega tækifærið og komi með gagnrýni þegar að því finnst þurfa að gagnrýna og það er ekkert að því að gagnrýna, það er bara gott og ég ber þá von í brjósti að því við erum hér aðalatriði, við erum að tala hér fundargerð velferðarnefndar og hún fór yfir aðgerðaáætlun barnanna okkar. Við erum ekki í raun og veru liðurinn hér, ekki hagræðingar og forseti hefur leyft okkur að ræða samt hagræðingartillögur. Að ég ber þá von í brjósti að þegar að framlíða stundir þá verði þetta ekki eitthvað sérstakt verkefni sem heitir eitthvað, heldur verði þessi verkefni sem þarna eru inni bara að föstum og sjálfsögðum lið í rekstri sveitarfélaganna. Og svo þakka ég fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Rúna Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli
og kannski ítreka það sem hér kom fram á þann að við höfum í Sjálfstæðisflokknum stutt við þetta mál frá fyrsta degi. Svo kom hér fram á þannig að það engin launung á því að þótt að við getum verið ósammála aðferðir eða hvernig við sækjum peningana, þá erum við sammála auðvitað þessum aðgerðum. En það sem að ef ég mætti með leyfi forseta víkja að öðru máli innan sömu fundargerðar en samt inn í þessu sama máli, að þá sem sagt, þegar við erum að horfa á þessa skýrslu hérna sem að bæjarfulltrúi Hallakari fór yfir áðan, að þegar við förum á stað þá 48,4% aukning í barnaverndarmálum, sem rosalega mikið milli ársins 23 til 24. Og kannski ástæðan fyrir því að við vildum gera eitthvað í þessum málum og eins og ég sagði áðan, auðvitað erum við sammála því að það þarf að gera það. En að því að í þessari sömu fundargerð þá eitt af því sem ég hef nú oft talað hér og með leyfi forseta, þá þarna lykiltölur og ég lýsi yfir áhyggjum mínum af því að þrátt fyrir það að við séum búin að fara í öll þessi mál, að ef við skoðum síðan janúar til september 25, þá erum við bara með aukningu í flest öllum málum sem tengjast barnavernd. Þannig að vonandi það bara vegna þess að við setjum meiri pening í málaflokkinn og það sé bara verið að vinna meira og öttulega í þeim málum. En svona þegar við erum að horfa á þessar tölur sem við fengið hér síðan að við fengum COVID hérna í Mosfellsbæ, sem bara búið að vera mjög gott, að við séum ennþá í aukningu. Auðvitað hefði ég viljað sjá þarna að við værum að minnka þessa áhættuflokka, ekki aukast, því að þegar við förum að stað með 48% aukningu en erum kannski hér með 19% í tilkynningum í aukningu, 59% í ofbeldisaukningu, 10% í vanrækslu. Við verðum auðvitað að fá árangur þarna líka. Svo kemur hérna auðvitað 40% aukning í varðandi kostnað, en það vantarlega kostnað sem við erum með innan þessa ramma. Þannig ég vildi nú bara svona allavega inn frá þessu að því að við erum algjörlega sammála því að aðgerðaáætlunin sem farin í sé algjörlega þörf. En þarna síðan á móti þessar tölur sem við viljum sjá lækka á móti. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Við erum hér að ræða lið 5 í þessari fundargerð. Vissulega tengjast þessi mál, en forseti getur ekki komist hjá því að telja þetta til skipta undir málinu lykiltölur. Þannig að bara svo bæjarfulltrúi sé meðvitaður það þar sem að hann fjallaði eiginlega meira það mál þó hann hafi verið að vísa í tengingar svona inn á milli í ræðunni. En fleiri sem að vilja koma undir málinu, börnin okkar, mál 5 í þessari fundargerð, bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Þetta ágætur bæjarfulltrúi, ég kem hér undir sama máli. Og ég held að við séum öll sammála verkefnið, börnin okkar, mjög áhugavert og gott verkefni. Og ég held að við séum alveg sammála það sem hefur verið rætt hlutina á ólíka hátt. Það tala tiltekt á bókhaldslyklum, talnaleiki og annað. En það minn skilningur á öllum ykkar sem hafa komið hér upp undir þessu máli að það að ræða breytingu á forgangsröðun verkefna í fræðslumálum. Forgangsröðun í samræði við börn, foreldra og skóla. Forgangsröðun sem hefur eins og hér komið fram hjá öllum hefur í för með sér skerðingu á fjármagni í ákveðin verkefni eða í ákveðna bókhaldslykla eins og nefnt áðan og aukningu fjármagns í önnur verkefni og aðra bókhaldslykla. Í rauninni held ég að séum sammála og vona svo að sé. Takk hérlega. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið?
Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara að fá að koma undir orðum forseta hérna áðan. Ég held að ég hef fengið leyfi til að vitna sem sagt tengt þessari fundargerð, en ef svo var ekki þá biðst ég afsökunar á því, en ég taldi mig að hafa fengið leyfi forseta til þess að vitna í sem sagt annað mál undir fundargerðinni. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bara til áréttingar þá var það bara af því að heyra á orð bæjarfulltrúa í ræðu hans hér áðan, þá vissulega fékk hann leyfi forseta til að vitna í, en þar sem að ræðutíminn fór mun meira í að tala það sem var vitnað í heldur en málið sem var til umræðu, þá túlkaði forseti þetta með þessum hætti og en tekur fúslega við öllum brýningum, áréttingum eða ábendingum varðandi fundarstjórn ef bæjarfulltrúum finnst ástæða til, og þakka fyrir þetta innlegg. En fleiri lið 5 í þessari fundargerð, börnin okkar bæjarstjóri, nei, ekki þetta mál. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs það mál, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem undir lið 5, lykiltölur, og af því þær voru nefndar hér áðan í kring 6, kem undir máli 6 lykiltölur. Þá langaði mig svona aðeins að benda á að það 16% aukning á börnum sem eru annaðhvort tilkynnt eða sem sagt, eða tilkynnt þau eða foreldra þeirra, þannig að aukningin er ekki jafn mikil eins og tilkynningarnar. Einstaklingarnir eru miklu færri heldur en tilkynningarnar. Og síðan ætla ég að segja það markast auðvitað margar tilkynningar á hvert barn á tilteknum aldri, markast meðal annars af því sem að við höfum orðið vitni að í opinberri umræðu, algjöran skort á meðferðarúrræðum af hálfu ríkisins fyrir þarna ákveðin aldurshóp. Það eru ekki með engin langtíma meðferðarúrræði fyrir drengi og svo framvegis, og það sem að það hefur verið fjallað ítrekað það, og þetta bitnar mjög á þeim börnum sem við erum að þjónusta. Og að öðru leyti, þegar við förum í forvarnaraðgerðir, þá erum við auðvitað, og þá ég nú að tala yngri börnin, þá erum við kannski ekki að sjá að þær breyti svona tölum sem voru í fyrra, sem var ástæðan fyrir því að það var farið í svona aðgerðir, 40% aukning, að það breytist auðvitað ekki á sama vetrinum og það verið að innleiða þessi nýju verkefni. Við verðum að hafa aðeins þolinmæði, en það væri auðvitað mjög áhugavert að gera mælingar, upphafsmælingar, svona langtíma mælingar á því hvort að svona verkefni hafi áhrif á vellíðan barna, forvarnir og annað. En það myndi ég segja, 10-15 ára rannsókn. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir það. Ég kem undir sama máli, númer 6. Og takk fyrir bæjarstjóri og það alveg hárrétt að það 16% aukning barna sem tilkynnt eru. Það alveg hárrétt. En ég vil kannski bara þá aðeins, að því nú ég undir þessu máli, að ég sagði það líka áðan að ég hef áhyggjur af þessari breytingu. Auðvitað þetta aukning af tilkynningum, og þetta aukning, það líka sem kom ekki fram, það aukning á fjöldi nýrra kannana.
og það nákvæmlega kannanir sem eru hjá starfsfólki bæjarins sem að auka tilkynningarnar eða sem sagt kannana á bakvið tilkynningarnar. Þannig að það sé algjörlega til haga haft að auðvitað það starfsfólki hér sem að eyða meiri tíma í að kanna bakvið hvert mál og sjálfsagt það algjörlega undir þessu verkefni sem við töluðum áðan. En þegar við horfum á svona tölur, og ég hef varið þessar tölur oft í gegnum tíðina því að sko, þær hafa auðvitað bara aukið svolítið hjá okkur en þetta auðvitað gott fyrir okkur að sjá þessar tölur. Við tölum ekki endilega alla flokka hérna í beinni útsendingu á bæjarstjórnarfundi en þess ber þá að geta líka því að undir þessum tölum erum við líka að sjá fækkun eða minnkun á tölum ef við horfum efst á blaðið að þá í fjárhagsaðstoð, sérstakan húsnæðisstuðning og annað að það en kannski að því að við vorum að tala hitt málið áðan að þess vegna minntist ég á það að við erum að sjá aukningu sem að við hefum viljað kannski fá miklu meira fyrr inn af því að það ári liðið og hér var áðan talað góðan árangur. Þess vegna kannski hefði maður viljað sjá þessar tölur strax betri. En 29% aukning á fjöldi kannana, það segir okkur líka það að starfsmenn á sviðinu að eyða meiri tíma og kanna betur hvert einasta mál sem uppkoma og það alveg rétt að þótt að sé 16% aukning á börnum sem tilkynnt eða sem sagt fjöldi barna, þá það auðvitað og við höfum örugglega rætt það áður en þetta oft sama fólki eða sömu börnin sem ofta tilkynnt en þetta auðvitað bara tölur sem að við reynum og við erum öll sammála það, við viljum fá þetta niður. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að kalla málsjónum. Til þessum leið bæjarfulltrúi Arna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara til þess að koma upp og eiginlega ítreka það sem bæjarstjóri sagði þegar bæjarstjóri nefndi sko að þetta væri raun og veru sko rannsóknarverkefni, langtíma rannsóknarverkefni að skoða hvernig hlutinni breytast í samfélaginu hjá okkur og hvaða áhrif það hefur í raun og veru að grípa til forvarnar aðgerða eða þannig skildi ég það. Sko, þetta það svo erfitt að koma upp eftir 1 ár eða koma millifund og sé bara það prósentuhækkun hér, það prósentuhækkun þar. Við erum algjörlega í miðri ánni og forvarnarstarf, sérstaklega í umhverfinu sem við erum með eins og hér hefur verið bent á, hér bara vantar meðferðarheimili og þau vantar ekki síðan í gær, þau hefur vantað í nokkur ár og okkar verkefni á náttúrulega vera að ýta á að það verði eitthvað gert í þeim málum, að það verði reist hér meðferðarheimili fyrir börn en, ég ætla ekki að æsa mig svona, en þetta langtíma verkefni. Við erum á leiðinni vonandi þangað þar sem við getum náð betur utan börnin okkar. Svo vitum við náttúrulega við erum öll manneskjur og manneskjan breisk og það verður aldrei þannig við erum öll hér með geislabaug og gerum aldrei neitt sem við eigum ekki að gera og sérstaklega ekki þegar við erum unglingar. Ég vil ekki vísa til umræðuna í kaffistofuna áðan. En ég vildi bara einhvern veginn ítreka þetta að við erum að grípa til aðgerða en við vitum líka að niðurstaðan ef við komumst ekkert í mark, ég veit ekki hvort það til mark, en allavega erum við á leiðinni og ég mjög bara glöð að heyra að við erum alls saman á leiðinni þangað. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar kemur upp undir sama máli. Bara fínar umræður þessar lykiltölur en það eitt sem ég langar að koma inn á í þessu samhengi annað og það það sem að ég myndi gjarnan vilja vekja athygli á því að undir þessum fjölda sem liggur þarna bakvið það pínu villandi að horfa bara á prósentur og tölur vegna þess að
eftir að bara, svo maður fari á persónulega nótur, fékk bréf sjálfur daginn að barnavernd hefði borist tilkynning og ekki talin ástæða til frekari könnunar. Sko, þetta telur inn í þessar lykiltölur, en þetta var bara út af einhverju manni sem gekk ekki alveg heilt til skógar, sem að sýndi af sér ókveikjandi hegðun í garð barna. En börnin gerði ekki neitt. Þú veist, en vegna þess að þetta fór í formlegan farveg, þá verður þetta að barnaverndarmáli. Þannig að þessar tölur sem við sjáum segja ekki alla söguna. Og við þurfum þess vegna að treysta mikið á líka það sem að kemur vegna þess að við sem bæjarfulltrúar eigum ekki að vera oní alvarleg við megum ekki vera mjög involveruð í málin sem slík. Við þurfum kannski bara að vita, já nú er ákveðin þyngd af málum í gangi og ég hef svolítið saknað þess og ég veit að það er bara eitt af þessum verkefnum sem okkur langar rosalega mikið til þess að fara í en höfum ekki getað sett pening í vegna þess að við forgangsröðum verkefnunum okkar og hvað við setjum, á hvaða bókhaldslyklum við setjum peningana. Við höfum bara því miður ekki geta farið í það að uppfæra hvernig við kynnum þessar lykiltölur því að þyngd mála segir eiginlega miklu meira heldur en fjöldi barna á bakvið tilkynningar. Þannig og þetta eitt af því sem að verður í framtíðinni veit ég í góðum farfi og við treystum okkar frábæra starfsfólki á velferðarsviði sem að hefur að mér skilst allavega verið mjög þakklátt fyrir þann fjármagn sem hefur verið sett í þær forvarnir sem að við höfum farið af stað með. Og ég tek undir með það sem hefur komið fram bæði hjá bæjarstjóra Regínu Ásvaldsdóttur og bæjarfulltrúa Önnu Sigríði Gunnudóttur að forvarnarverkefni taka langan tíma. Þannig að svo ég vitni til þín, Rúnar Bragi Guðlaugsson, bæjarfulltrúi, að það hefði verið frábært að sjá einhverja breytingu á skemmri tíma en það er óraunhæft. Enda var þetta sett inn í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og þetta ár er ekki liðið. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúa, mig langar aðeins að bregðast við innleggi frá annars vegar bæjarfulltrúa Rúnari Braga Guðlaugsinni og hins vegar Lovísu Jónsdóttur að það er alveg rétt að við getum gert betur þegar við erum að leggja fram þessar lykiltölur. Eins og bæjarfulltrúi Lovísa minntist á að þá eru lögregluskýrslur og þetta dæmi sem kom hér er dæmi lögregluskýrslu tilkynningu. Þær voru settar inn í fyrir einhverjum 10-15 árum síðan. Þær hafa skekkt myndina að einhverju leyti alveg síðan þá vegna þess að stór hluti af þessum málum er auðvitað bara eitt bréf að barnið hafi hnuplað sem er auðvitað önnur börn hafi hnuplað eða verið viðstödd eitthvað og ég hef rætt þetta við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu oftar en einu sinni. Lögreglan telur samt mikilvægt að þetta sé talið einhvers staðar og nú eru barnaverndarlögin í endurskoðun, hugsanlega verður þessu breytt en mælikvarðinn er raunverulega eins og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson kom inn á, það er könnun mála og síðan og það er fjöldi einstaklinga á bak við tilkynningar, það eru lögregluskýrslur og síðan hversu mörgum málum lýkur, hversu mörgum mál ljúka að í kjölfar könnunar og hversu mörgum mál halda áfram. Þannig að við munum vinna því hér í stjórnsýslunni að skýra þessar lykiltölur betur. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opið fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs.
Í þessari fundargerð tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 33. fundar velferðarnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 4. dagskrármál og það fundargerð annars fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar. Sá fundur fór fram 21. október síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Hrafnhildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég kem upp vegna máls 4.1. Það kynningarstarfsemi félagsmiðstöðvanna Bólsins. Við í menninga, íþrótta og lýðheilsunefnd fórum tókum okkar fund niður í félagsmiðstöðinni Ból við Varmá og fengum þar kynningu frá forstöðumanni starfsemi bólanna okkar sem eru 3. Það Varmából og Lágafellsból og Helgafellsból. Og hún gaf okkur mjög góða kynningu og það sem við erum með, kannski það sem ég tók svona eftir það sem við höfum í Mosfellsbænum þessi dagopnun að unglingarnir okkar hafa tækifæri að fara líka í félagsmiðstöðina yfir daginn og svo alltaf einhver félagsmiðstöð opin hérna á kvöldin. Þannig að það eitthvað sem við getum verið mjög ánægð með og það sem ég fannst líka ánægilegt að heyra að unglingarnir okkar eru farin að vera duglegir að fara á milli að heimsækja félagsmiðstöðirnar. Af því ég þekki nú aðeins til félagsmiðstöðarstarfsins og einnig var þetta svolítið svona Lágaból, Varmából, Helgaból, en núna þetta svona farið að flæða aðeins meira yfir og það vegna sameiginlegra viðburða sem haldnir. Og það sem ég kannski vildi koma bara upp að segja, bara þakka fyrir þessi frábæru kynningu og svo líka bara ég svo ánægð að sjá hvað góð uppbygging á félagsmiðstöðvarstarfinu hjá okkur og hvað ótrúlegur kraftur í starfsfólkinu sem að sinna ótrúlega mikið, af því nú erum við mikið búin að tala um forvarnir og það félagsmiðstöðin og félagsmiðstöðvarstarfið bara einn af lykilþáttunum í forvarnarstarfi að því þar hefur fagfólk sem að getur mætt unga fólkinu okkar á allt öðru forsendum heldur en það gert í skólum og bara annar staðar. Þannig að þetta svona staður þar sem að unglingarnir okkar geta leita til að það eitthvað. Og mér finnst líka ánægilegt að heyra hvað orðið óbúslega öflugt samstarf á milli þá félagsmiðstöðvar skólanna, lögreglu, barnaverndar. Þannig að ég vildi bara koma upp og bara hrósa þessari uppbyggingu alveg sérstaklega af því að þetta svo ótrúlega mikilvæg starfsemi sem á oft undir höggi að sækja. Þannig að bara hrósa starfsfólki og hrósa félagsmiðstöðvum okkar og takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi, hvort var á undan? Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, kemur utan máli 4.2. Ég satt þennan fund einnig, þar sem við í menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd fengum ýmsar skemmtilegar og góða kynningar, meðal annars á nýtingu frístundaávísana, sem eru mjög mikilvægur liður einmitt í forvörnum einnig. En þarna erum við sem sagt eins og önnur sveitarfélög að styrkja þá börn og unglinga í að stunda íþróttastarf eða tómstundir almennt og styrkurinn ávísunin hljóðar upp á einhverja 57.000 krónur, minnir mig, fyrir 6 til 18 ára. Við fengum þarna yfirferð á hvernig nýtingin hefur verið hjá krökkunum og ég held að sé nú hægt að vera bara nokkuð ánægð með þessa nýtingu. Ég held að sé einhver 86% sem að nýta en ég segi bara það má alltaf gott bæta og ég hefði viljað sjá þessa tölu fyrir ofan 90%. Það hefði verið svona mjög ánægjulegt af því að ég finnst mjög líklegt að langstærstu hluti af þessum í þessum aldurshópi sé að
sé í einhvers konar tómstund eða íþróttum sem hægt að nýta þetta. Þannig við vorum kannski hvetja þá starfsfólk og stjórnsýsluna til þess að kannski finna leiðir. Við erum að horfa sérstaklega á aldurshópinn 15, 16, 17 ára sem að nýtingin dettur svolítið niður og hvort að sé þetta ná kannski betur til þessara aldurshópa þar sem að mögulega eru einhverjir af þessum aldri ekki meðvitaðir eða foreldrar þeirra ekki meðvitaðir að hægt sé að nýta ávísunina upp alveg til 18 ára aldurs. Þannig ég vil bara hvetja til þess að við séum að sjá þessa tölu ennþá hærri af því að ég held við getum séð þetta alveg, það einhver einhver frávik en ég held að 95% sé alveg raunhæft markmið sem ættum vel að ná. Þannig að flesti nýti sér frístundaávísun í Mosfellsbæ. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég satt einnig þennan fund, kemur til sama máli. Það búið að vera eilífðarverkefni heldur hjá okkur hér í sveitarfélaginu að reyna að hafa þessar frístundaávísanir helst 100%. Það hefur einhvern veginn ekki verið hægt og það auðvitað vandi slíkt að spá af hverju það en það sem ég vildi kannski líka vekja athygli á í þessu varðandi 24-25 nýtinguna að það virðist vera hvað ég segja, á vondur íslensku dropp í aldursflokknum 11 ára drengir. Og það heilt yfir eins og sjáið á í fundargerðinni að þá ég veit ekki af hverju það en það auðvitað verk að vinna í því að reyna að fá börnin okkar til að nýta þessar ávísanir eða að láta foreldra einhvern veginn vita hvernig sem við megum gera það. Það kom fram á fundunum spurning hvort að það væri jafnvel börn af erlendum uppruna sem væru frekar ekki að nýta sér þetta, en svo virðist ekki vera. Þannig að það ekki endilega að það sé málið, að það sé ekki skilningur fyrir því að hér sé verið að bjóða upp á ávísanir. Þannig að þetta auðvitað ákveðin rannsóknarverkefni fyrir okkur, en auðvitað eins og þið sjá líka hvað þetta fjölbreytt. Við erum að tala knattspyrnu, fimleika, líkamsrækt, handbolti, körfubolti, dans, listskóli, skátar, karate, golf og svo margt fleira sem ekki kom fram í skýrslunni. Þannig að í raun og veru allt barna- og unglingastarf sem að þú getur hugsað þér, við notum ávísunina í það. Þannig að hvernig ná þessu upp, það alltaf erfitt, en ég held samt að samkvæmt þessu 86% eða 89% kemur nú fram, fyrir ekki 86%, það samt einhvern veginn örlítið hærra heldur en kannski hefur verið. Við höfum verið í kringum 80%. Þannig að við höfum kannski náð eitthvað að þessu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta mjög góð umræða og metnaðarfullt að fara yfir 90%. Mig langar aðeins að nefna nokkrar íþróttagreinar sem eru bara nýjar hér í Mosfellsbæ sem ættu að ná til fjölbreyttari hópa. Við erum að endurvekja rafíþróttirnar og það verkefni fékk meðal annars styrk í gegnum börnin okkar. Við erum að koma með skákfélag, þannig að við erum að ná til nýs hóps þar. Við erum komið með parkour sem eitt afbrigði í fimleikum. Það má segja að það sé tiltölulega nýtt. Við erum farin við fengum borðtennis í fyrra og höfum stórbætt aðstöðuna þar með nýja íþróttahúsinu upp í Helgavelshverfi og svo erum við byrjuð með íþrótti fyrir alla sem fyrir fötluð börn einu sinni í viku á sunnudagsmorgnum. Þannig að við höfum verið að það hefur verið mikið áherslu mál í verkefninu börnin okkar að ná til þeirra sem eru vilja freka fara í jaðarsport, og ég glemdi kannski að nefna fjallahjólamennskuna. Við höfum náttúrulega verið að gera gríðarlega mikið þar
Og síðan höfum við semst verið að leggja áherslu á einmitt þann hóp og svo líka fötluðu börnin okkar og börn af erlendum uppruna. Þannig að en það er alltaf gott að setja sér markið hátt og við viljum gjarnan fara yfir 90%. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Stig kemur upp undir sama lið. Það er gaman að það sé mikil umræða þetta og okkur sé öllum umhugað að nýtingin á þessari frístundaráætlun sé mikil. Mér fannst gott að heyra og ég held að mér sé allavega óhætt að segja frá því. Þið nippið í mig ef ég er að fara yfir strikið en mér fannst, okkur var allavega greint munnlega frá því að starfsfólk okkar er nokkuð vakandi yfir því hvort að sé einhver ákveðin hópur eitthvað að dragast aftur úr. Og við töluðum nú sérstaklega þarna, við sáum þarna eitthvað svona falli í ákveðnum aldursflokki, þessum eina aldursflokki drengja, sem gæti náttúrulega bara verið eitthvað algjörlega tilfallandi, en hins vegar það sem að mig langaði að tala og það er svona eins og ungmenni gleymi því að þau eru ennþá börn þegar þau eru 16 og 17. Því að þar sjáum við verulegt fall, þar er nýtingin ekki nema 50%. Og þetta eru börn sem eru oft á tíðum í líkamsrækt eða í einhverjum tómstundum utan sveitarfélagsins sem að þau gætu samt verið að nýta ávísunni og þarna er kannski eitthvað sem að við viljum hnippa í ungmennaráð að hjálpa okkur til við að minna þennan aldurshóp á að þetta geti hjálpað því að þarna eru krakkar oft orðin svona kannski aðeins fjárhagslega sjálfstæðari að greiða fyrir eitt og annað sjálf þannig að þetta gæti virkilega komið að gagna. Þannig en fagna þessari umræðu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jana Katrín, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, kemur upp til sama máli. Kannski aðeins má hnýta við erindi hjá bæjarfulltrúa Lovísu. Ég held að það sé ekki bara börn sem gleyma þessu börn, það er kannski líka foreldrarnir sem gleyma því að bæði ýta eftir börnunum sínum að stunda íþróttir og að hugsa til þess að geti nýtt sér fyrir stundaávísunina. Mér langaði aðeins að spyrjast fyrir út í notkun 67 ára eldri á þessum frístundaávísunum. Notkunin er ekkert gríðarlega mikil, hún er 15%. Ég minnist þess að við breyttum aðeins reglunum varðandi úthlutunina eða notkunar möguleika fólks á þessum frístundaávísunum. Því ég leiðrétta mig ef það er rangt hjá mér. Mér minnir að við höfum lagt fram tillögu þess efnis að þú þyrftir ekki að fara á skipulagt námskeið með leiðbeinanda til þess að geta nýtt þér þessar frístundaávísanir. Þannig að þú gætir til dæmis nýtt það upp í sundkort eða bara líkamsræktarkort almennt eða skíðakort eða hvernig sem væri. Mér langaði þess að bara forvitnast það. Vitið þið til þess að þessi hafi verið breyting eða aukin notkun og hefur þetta verið almennilega kynnt fyrir þessum hópi og eru þið almennt meðvituð það því þau eru svo mörg duglega að nýta sér einmitt líkamsræktarstöðuna og fleiri námskeið. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að það er aukning í notkun á frístundaávísun eldri borgara. Það má alveg bæta kynninguna. Það má alltaf gera betur. Mér skildist að ákveðið sport sem byrjar á golf sé mest notað ávísunin fyrir. Þannig að fólk meðvitundin er allavega að aukast þetta en það væri frábært að sjá meiri notkun þarna en það má ekki hengja mig fyrir það en mér finnst eins og prósentan það er í höfði mínu að hún hafi farið úr 10% upp í 15%. Já, þannig að það er aukning en auðvitað væri frábært að fá að sjá meira þarna. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Halla Karen. Forseti og
bæjarfulltrúa. Ég ætla nú bara rétt aðeins að bæta við þegar að tala hvort þetta hefur verið auglýst fyrir eldra fólk. Ég get allavega sagt að fyrir heils og hug og gleðisprengjurnar í World-Class að þetta alveg útskýrt þar og það allir með það á hreinu þar og Famos að tilkynna þetta en hvort allir sæki sér þetta þótt að sé talað það ég ekki viss en þau vita allavega af því. En bara klárlega, þú veist, en það sem ég vakti líka athygli mína að 17% kvenna að sækja þetta og 11% karlmanna og svo elst 85 ára og 99% tilvika þetta notað í Mosfellsbæ, ekki neins staðar annars staðar. Þannig að bara, já, við þurfum bara að auglýsa þetta enn meira. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir lið 4.3, barnvænt hagsmunamat innleiðing. Mér langar bara þess að vekja athygli á því sem var verið að kynna þarna í nefndinni okkar góðu sem heitir Menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd Mosfellsbæjar. Eins og við sem hér erum inni vitum að þá erum við eiginlega svona á lokametrunum í innleiðingarferli barnvæns sveitafélags. Og eina meginstoðum barnasáttmálans og sem að náttúrulega barnvæna sveitafélagis byggist á að það 3. grein barnasáttmálans sem fjallar að gera það sem barninu fyrir bestu. Og í vinnunni sem við erum í núna, og ég óska eftir leyfi frá forseta til að ræða aðeins barnvænt sveitafélag í víðari grunni heldur bara það sem akkúrat hér, og við erum að vinna núna að ljúka svona aðgerðaáætlun til þess að fá viðurkenningu sem barnvænt sveitafélag. Þetta búið að vera löng, ég ætla ekki að segja ströng, en samt þetta búið að vera mikil vinna í kringum þetta verkefni sem að mjög margir starfsmenn og mjög mörg börn og ungmenni hafa komið að. Og bara eitt svona auka út fyrir efni hjá mér að því hér var áðan verið að tala einhver ræðumaður bæjarfulltrúi og nefndi að ræða við ungmennaráðið aukna notkun eða hver getur skýringin verið að krakkar ekki að nýta þetta. Það akkúrat eitt af því sem við eigum að vera að gera. Við eigum alltaf að hugsa, við erum að fjalla börn, þarna erum við að fjalla börn, hvað getum við gert til þess að tala við börnin sjálf það sem við erum að gera. Og þá eigum við náttúrulega á nefndin í raun og veru að vísa til ungmennaráðs þessari spurningu og óska eftir umfjöllun þeirra hana. En af dagskránni sem hér núna og fundargerðinni að það verið ákveðið að það sem þarf að fara fram í barnvænu samfélagi það raun og veru að gera hagsmunamat út frá börnum. Og við erum svona rétta leiðin til þess náttúrulega ekki að skella einhverju fullmótuð á borðið heldur að vinna hægt og sígandi og finna bestu leiðina. Og það var ákveðið að þessi góða nefnd, að hún ryði á vaðið og færi að nota það sem kallað mat á áhrifum á börn sem byggir á 3. grein barnasáttmálans. Og þetta gengur út á það að þegar eru málefni sem að nefndarnir telja skipti máli fyrir börn og ungmenni, þá verði þeir að fylla út matsblað sem hérna liggur fyrir og svara þar spurningum sem sagt fyrir í raun og veru nefndin þarf að gera fyrir sjálfa sig, og þá spyrja tillagan sem liggur hér fyrir okkur, hefur hún áhrif á börn og ungmenni? Og þá þarf bara að ská, ok, hún hefur það ekki og hvaða áhrif hefur hún?
skilgreina hópinn og eins og ég sagði, hver eru áhrifin og svo það sem langt mikilvægast að blíða þessu liggur afstaða barna til tillögunar fyrir og þá þarf að svara já, hún liggur fyrir, ef það nei, þá þarf hann bara að gera eitthvað í því og þá líklegast framhaldið að ungmennaráðið komi að þeirri umfjöllun eða það verður ákveðin önnur leið alltaf til merkingabærrar þátttöku barna. Ekki eins og nefndir í þessum námskeiðum sem við erum að taka, það að setja lítil börn með spjöld út á götu og óska eftir nýjum leikskóla eða hærri launum fyrir starfsmenn, það ekki merkingabær þáttaka barna. Þáttakan þarf að vera þannig að það sé í raun og veru vera að kalla eftir afstöðu barna til þess úrlausnarefnis sem liggur fyrir. Ég ætlaði að tala styttra, en þetta bara með mjög mikið hjartans mál, bara lýsa ánægju minni með að þetta sniðmátt komið og ég mjög spennt að fylgjast með nefndinni hvernig hún vinnur úr þessu vegna þess að í framhaldinu þá fer þetta inn í alla nefndir og ráð og við verðum öll og hverjir sem sitja hér að passa upp á þennan þátt, að þetta gleymist ekki í vinnunni hjá okkur. Og svo bara auka upplýsingar þá vonumst við til þess að fá viðurkenningu síðlega í nóvember og þá verðum við algjörlega tilefni til að fagna. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúar eru svo sannarlega ekki einfalda lífforseti í dag með því að teygja sig út fyrir eftir. En þetta eru vissulega mikilvæg mál og þess vegna getur verið erfitt að grípa inn í en stundum myndi það einfalda fundi fyrir forseta að hafa liðin önnur mál sem að þannig að það væri minn sem myndi þó lengja fundina. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég skal reyna að lengja ekki málið og halda mig við það sem hér er til umræðu. Anna Sigríður, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, nefndi hér að þetta væri fyrsta nefndin sem væri með þetta form og þetta fari inn í fleiri nefndir sem er mjög gott og ég vona að það verði sem fyrst því við höfum rætt og ég heldur að rætt það í fyrra að við þurfum að koma þessu til dæmis inn í skipulagsnefnd. Við erum að skipuleggja mjög stórt svæði, Blikastaðaland og það er mikilvægt að því fyrr sem við hefjum vinnuna í þeirri nefnd varðandi mat á áhrifum á börnum því betra. Þannig að ég bara óska eftir því að þetta komi í nefndina sem fyrst. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Til forseti, eins og aðrir ætla ekki að lengja fundin mikið. En mér langaði bara að segja að þetta var mjög áhugavert að fá þetta form inn á fundin til okkar og ég get bara sagt það að ég gat ekki annars skynja en bara allir nefndarmenn væru spenntir fyrir þessu og sæju mikilvægi í þessari nefnd er margir snertifletir, nánast bara allt sem við gerum snertir líf barnanna hérna. Þannig að það verður bara mjög spennandi að byrja að vinna með þetta og okkur hlakkar bara til. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það kom fram hérna það sem að við vorum að velta fyrir okkur, það varðandi það í hvaða aðra nefndir mun þetta fara inn í. Okkur lék forvitni á því að fá að vita það undirbúning þessa fundar þar sem það kemur fram að þetta þarfa verkefni sem við erum að sammála það stuðlar jafnframt að því að kröfur fyrstu málgreinar, þriðju greinar sáttmálans séu uppfylltar. Það kom fram í máli Önnu Sigríðar sem auka upplýsingar sem var bara mjög fróðlegt að vita að vonandi fáum við viðurkenninguna núna fyrir áramót, í nóvember. Mér langar að spyrja bara fyrir forvitnissakir, það að við séum bara búin að setja þetta inn í eina nefnd, verður það einhver þröskuldur í því að fá þessa viðurkenningu? Er nóg fyrir okkur búin að setja þetta inn í eina nefnd til þess að uppfylla kröfur sáttmálans hvað þetta varðar? Vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Helga kom inn á,
Okkur datt í hug til dæmis skipulagsnefnd þar sem hún fór yfir. Velferðarnefnd, þetta hlýtur að koma mjög sterkt þar inn líka. Þannig að hversu lengi megum við draga það að þetta fari inn í aðrar nefndir til þess að standa okkar plikt varðandi að uppfylla sáttmála. Það er spurningin, takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þessa spurningu og gríðarlega gott að heyra bara áhuga fólks á þessu. Og en já, það dugar þess að við erum að vinna núna, UNICEF að skoða aðgerðapakkann sem við settum saman fyrir barnvænt sveitarfélag. Þar inni fjöldi aðgerða, ég man nú ekki í augnablikinu fjöldan, en 31 og þetta er eins og síðasta sem verið að ljúka núna. Þannig að það verður skoðað í yfirferð UNICEF núna, en eins og ég sagði, tilgangurinn náttúrulega að setja þetta inn í allar nefndir og auðvitað skipulagsnefnd, velferðarnefnd, fræðslunefnd, já, og bæjarráð, og það má ekki gleyma bæjarráð þarf líka að standa sína plikt í þessu. Þannig að það er næsti fasi, vegna þess að þegar við fáum, sem ég er alveg örugg á, við fáum þessa viðurkenningu núna í haust, þá, og viðurkenningi gildir í 3 ár. Þannig að í raun og veru fljótlega eftir að við erum búin að fá viðurkenningu, þá þurfum við að fara aftur að skoða að gera stöðumat í sveitarfélaginu. Hvernig stendur sveitarfélagið í þessum þætti og gera svo aðra aðgerðaáætlun. Og ef vilji til eftir þennan tíma hjá Mosfellsbæ, sem ég svo sannarlega vona að verði, að þá verði farið í að óska eftir endurnýjun viðurkenningarinnar og við getum þá haldið áfram að skreita okkur með táknmynd fyrir barnvænt sveitarfélag frá UNICEF sem ég vona líka að sveitarfélagið muni nota óspart þegar að á öllum sínum formlegum pappirum þegar þarna kemur. En bara frábært að heyra og góðar spurningar og ég held að við erum bara mjög góðri leið með þetta allt saman. Og frábær vinna sem hefur verið unnin innan stjórnkerfisins. Og við erum 2 pólitískir fulltrúar í stýrihópnum, ég og bæjarfulltrúi Jana Katrín, en auðvitað öll vinnan bara hjá starfsfólki sveitarfélagsins og börnunum sem koma að þessu. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti en þegar hefur verið rætt. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að koma undir máli 4.4 sem heitir samþykkt fyrir menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd. Á fundunum ræddum við samþykktina og það sem ég kannski talaði aðeins fyrir á þessum fundi og kannski ber að geta þess, ég ætla kannski fá að skjóta því inn að því að ég þurfti að yfirgefa annan fund til að komast á þennan, þannig að skaraðist aðeins fundarboð milli íþrótta- og tómstundnefndar og svo velferðarnefndar. Þannig að ég held að það er allt saman blessast. En það sem ég vildi segja var að hér erum við með samþykkt fyrir menningar, íþrótta- og lýðheilsunefnd og að því að við erum ekki bara hér með nýja nefnd innan gæsalappa eða sameinaða nefnd, þá hafði ég pínu áhyggjur af menningarmálunum og kannski tímaskorti sem við erum að verða fyrir í ákveðnum afgreiðslum á málum. Það eru 7 mál á þessari dagskrá og ég nefndi það á fundunum að við höfum ekki gleyma menningarmálunum. Og þegar við erum að sameina svona nefndir, hvort sem þessi nefnd eða aðra sem við höfum nú sameinað nú þegar, að við verðum ekki fyrir tímaskorti því að við höfum yfirleitt reynt að vera í sirka 2 klukkutíma í nefndum og sem sagt málefni þeirra nefnda sem hafa verið sameinaðar í eina að við séum ekki að gleyma öðrum málum.
Og ég nefndi það á þessu fundi að þótt að við séum með fínustu samþykkt og málin eru að koma nokkurn veginn saman samkvæmt þessum drögum, þá virðist það bara vera í lagi. En eins og við sjáum kannski uppsetningun á þessum fundi, þá var þetta svona meira íþrótta- og tómstundanefndarfundur eins og gamli var, en þannig að ég segi bara að þannig að við missum ekki tíman okkar sem við höfum og við náum að fara yfir öll málin. Það líka var rætt inn í þessari nefnd að við þurfum jafnvel að hafa fundina fleiri þar sem að það eru bara mjög stór mál sem hafa farið innan beggja nefnda og þessi kannski almenna regla 9 til 11 fundir cirka á ári að það gæti breyst. Þannig að það líka spurning hvort að við þurfum að hafa áhyggjur af því í næstu fjárhagsáætlun og gera ráð fyrir því að einhvað af þessum nefndum sem að við höfum sameinað þurfum við jafnvel að vera fleiri fundardagar heldur en venjulega. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Hrafnhildur, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, bara frábært að þú komir hérna upp og hafir áhyggjur af því með menninguna því að menningin er stór þáttur og mikilvægur og þegar við vorum að vinna þessa starfsáætlun og þá vorum við akkurat að skoða það hvernig við getum látað, þetta eru stórir flokkar sem við erum að sameina og við fundum kannski aðeins fyrir því á síðasta fundi að því að við vorum í heimsókn í félagsmiðstöðinni þannig að við höfðum aðeins minni tíma þannig að maður fann svona að undir lokin var þetta orðið svona því þá var að streyma inn ungt fólk og svona aðeins pínutruflun en ég að vona að með bara góðri fundarstýringu og bara skipulagi að þá ættum að ná þessu en já, við ræddum það á fundinu og við munum örugglega þurfa að fjölga allan einn fund að því við viljum fara í heimsóknir og annað og heimsækja þessa staði þannig að en eins og ég segi, við þurfum bara að halda vel á spöðunum og þurfum að passa upp á menninguna og menningamálin af því að þau eru mjög mikilvæg og þetta er stór nefnd og ég vona bara að við í nefndinni verðum bara duglega að vera skipulögð og með góða fundistur. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa bara til þess að kannski svona til gamans að talandi stóra nefnd að allir þetta sé ekki fjölmennasta nefndin af bæjarfulltrúum orðin í dag. Það sitja 4 bæjarfulltrúar í þessari nefnd þannig að ég held að þetta sé stærsta bæjarfulltrúa nefndin í stjórnsýslu bæjarins. Þetta kostum. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Til forseti, ég kem upp undir það máli 4.6, endurskoðun menningarstefnu hús bæjar. Mér langaði að bara aðeins koma inn og fjalla það að þarna erum við að halda áfram með vinnuna á þessari stefnu en nú verður það unnið, við höfum bæði á síðasta kjörtímabili og þessu kjörtímabili haldið opna fundi menningamál og nú ætlar stjórnsýslan að taka við og það sem ég langaði kannski að koma inn á, ég veit kannski að ég strík fundarforseta pínlítið öfugt en vegna fyrri umræðu á þessum fundi undir öðrum lið að þá ræddum við sérstaklega mikilvægi þess að hafa samráð við börnin og nota eyðublaðið okkar góða sem við vorum að tala áðan. Þannig að hér bara strax á fyrsta fundi, eða sama fundi og það var verið að kynna þetta fyrir okkur, þá hér mál þar sem að nefndin bara kveikti strax á perunni og sagði þetta þarf að bera undir börn og ungmenni
og fylla út eyðublaði góða. En þannig að mér langaði bara alveg sérstaklega að koma henni upp og hafa orð á þessu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera. En fundargerðin opin fyrir umræðu öðru leyti en þegar hefur verið rætt. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það hérna eitt mál eftir sem síðasta mál á dagskránni sem bara mjög mikilvægt og mjög stór atburður hér í Mosfellsbæ. Það Íþróttafólk Mosfellsbæjar 2025. Þetta hefur verið einnig kannski sem sagt svolítið, hvað ætla ég ætlaði að segja að þetta hefur verið tilefni til fleiri funda þegar við erum að kjósa þetta og auðvitað eru bæjarfulltrúar, bæjarbúar einnig að kjósa hér. En mér langaði bara kannski að því að við erum hérna í beinni útsendingu og fjöldi manns að horfa að þetta verður tilkynnt 8. janúar. Minnum ég að ég sé að fara með rétt mál, já. Og þannig að það sem að kannski nefndin hefur rætt og að þetta eru fulltrúar liða eða félaga sem að þurfa að tilkynna og mæla með. Þannig að endilega, ég ætla bara að ítreka það að aðstoða okkar góða fólk sem að safna saman þessum upplýsingum að senda inn tillögur að íþróttafólki. Af því að þetta hefur verið mikil vinna við að koma þessu saman og það eru bæði íþróttafélög bæjarins og sérsambönd og bara almenningur sem að þarf að senda inn. Þetta eru sennilegast reglur undir þessum lið sem að hafa breyst hvað örast hjá okkur í gegnum tíðina en eins og þetta núna þannig að þá verður alltaf mjög gaman og mjög hátíðlegt að fá að tilkynna þetta strax í byrjun nýs árs. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en forseta telst til að það sé eitt mál sem enginn hefur tekið til máls í þessari fundargerð. Það liður 5. Þannig að það opið fyrir umræðu ef enginn kveður sér hljóðs þann lið, svo við tökum þá þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð annars fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það 5. dagskrármál sem fundargerð 447. fundar fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 20. og 2. október síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 447. fundar fræðslunefndar gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 7. dagskrármál sem fundargerð 8. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 20. og 4. október síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 8. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu fundargerða sem það skrifjast og komin að almennum erindum. Þar 7. dagskrármál sem kosningi nefndir og ráð og þar liggja þá fyrir 2 tillögur og fyrst það tillaga breytingu á varamanni í skipulags- og umhverfisnefnd
og þar lagt til að varamaður Viðreisnar verði Helgi Pálsson í stað Lovísu Jónsdóttur. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst hann því réttkjörinn varamaður í skipulags- og umhverfisnefnd. Og þá það tillaga breytta skipan varafulltrúa í stjórn Sorpu og þar lagt til að Örvar Jóhannsson taki sæti varafulltrúa í stjórn Sorpu í stað Aldísar Stefánsdóttur. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst hann þá réttkjörinn. Og þá erum við komin að fundargerðin til kynningar og þar þá næst 8. dagskrármál sem fundargerð 519. fundar stjórnar Sorpu BS. Sá fundur fór fram 8. september og þar voru 11 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 520. fundar stjórnar Sorpu. Sá fundur fór fram 22. september síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 10. mál á dagskrá fundargerð 521. fundar stjórnar Sorpu. Sá fundur fór fram 13. október síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar. Kemur það upp undir máli svo mikið sem þetta 521. fyrsti fundur Sorpu, það mál 2. Endurvinnsla á pappír og pappa. Það var sem sagt fyrir það bil 2 ára síðan þar sem ákveðið var að senda allan pappa erlendis í flokkun þar sem drykkjarumbúðir voru flokkaðar frá og sendar til Svíþjóðar í úrvinnslu þar. Þetta fyrirkomulag kostaði tæplega 75 milljónir minni mig aukalega á ári fyrir Sorpu og það var svona á þeim tíma voru áformum að úrvinnslusjóður myndi taka þetta að einhverju að öllu leyti og svo varð ekki. Þannig að Sorpa hefur verið að taka þennan auka kostnað og til viðbótar hefur þetta verið náttúrulega meiri losun tengt þessu fyrirkomulagi í stað að vera að senda allt á sama stað. Þannig að það var ákveðið að hverfa aftur til sömu leiðar og var farið áður, þar sem allt sent á sama stað í úrvinnslu, þar sem í endurnýtingu, þar sem árangurinn af endurvinnslunum var ekki nema 0,5%. Við sjáum að ávinningurinn gríðarlega lítill, en þetta mjög kostnaðarsamt og það var svona mat hagfræðistofu í skýrslu sem við fengum frá þeim og kynningu að þetta væri svona hagkvæmasta leiðin akkúrat í dag. En svo náttúrulega spurning hvað verður, af því að það náttúrulega alltaf auknar meira og meiri kröfur á framleiðendur á drykkjarfernum og þess háttar hvernig þær eru samsettar úr hvern efni og hvernig þá hægt að endurvinna og endurnýta það sem þetta ekki bara einhverja smáatriði en þetta svona flókin efnasamsetning í þessum drykkjarfernum sem gera það verkum að þetta frekar kostnaðarsamt. Þannig að það var ákveðið að fara þessa leið. Ég sá þetta, kom tilkynning frá Sorpu þetta og þetta náði nú ekki miklu flugi hjá fjölmiðlum sem kannski ágætt, en það gerði það síðast fyrir 2 árum. Þá fékk þetta svolítið miklu umfjöllun.
En ég vildi bara svona upplýsa ykkur þetta. Þessi ákvörðun stjórnar Sorpu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið 2 í þessari fundargerð? Svo ekki, en fundargerðin að öðru leyti. Svo virðist ekki vera og fundargerðin lögð fram. 11. dagskrármál fundargerð 987. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 10. október síðastliðinn og þar voru 15 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Fundargerðin lögð fram. 12. dagskrármál fundargerð 616. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og sá fundur fór fram 20. október síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara minna á aðalfund samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem verður eftir hádegi, verður haldinn í Garðabænum 14. nóvember næstkomandi og ég hlakka til að sjá okkur öll. Takk fyrir, bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir boðið, bæjarstjóri. Mér langaði til að ræða hérna mál númer 3 og kannski fá að spyrja bæjarstjóran kannski bara þessar umræður þegar hérna stendur. Fyrirliggjandi umræður tillaga sviðsmynd sem gerir ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í Skálafelli ásamt nauðsynlegum viðbótum við snjóframleiðslu í Bláfjöllum innan þess fjárhagsramma. Ef að kannski bæjarstjóri gæti uppfrætt okkur aðeins hvað ræddum við varðandi Skálafell. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við ræddum það á þessum fundi að í stað þess að setja ekkert fjármagn til uppbyggingu á skíðasvæðunum eins og við höfum gert núna 2025 að þá setjum við inn ákveðið fjármagn til þess að fara í svona fyrstu framkvæmdir fyrir Skálafell. Og þetta mál búið að vera í miklum hnút og það var gerður samningur hér 2018 uppbyggingu í Bláfjöllum og á Skálafelli. Það var reiknað með eitthvað 2,7 milljörðum í uppbygginguna í Skálafelli. En síðan þegar var farið að kostnaðarmeta betur kemur í ljós að þetta 4,5 milljarðar. Sem það kostar að gera það sem að menn ætluðu eða svona markmið var á sínum tíma 2018 en þá var talað að flytja inn notaðar lyftur en það einhvern veginn búið að skoða það betur og það ekki talið ráðlegt að gera það. Þess vegna var ákveðið núna að eyrnamerkja eitthvað fjármagn inn í þetta verkefni en allar ákvarðanir hvað verður gert verða sendar sveitarfélögunum. Þetta var í raun og veru bara til þess að það væri eitthvað fjármagn þarna inni ef að við komum okkur saman hvað við ætlum að gera og í hvaða röð. Ég bara minna á það að samkvæmt þessu samningi það voru setti Mosfellsbær 45 milljónir á ári inn í þennan á þessu samningstímabili en í fyrra var ákveðið að sveitarfélögin settu ekki neitt pening inn og það var meðal annars vegna þess að fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn SSH var ekki tilbúinn að kvitta upp á það, né heldur fulltrúi okkar í samstarfsnefndinni, bæjarfulltrúi Sævar að kvitta upp á það að við værum í áframhaldandi uppbyggingu í Bláfjöllum og værum að setja inn sömu upphæð áfram áður en það væri búið að ákveða endanlega hvernig við ætlum að gera þetta með Skálafelli. Þannig að allar ákvarðanir varðandi það mál þær verða sendar sérstaklega í bæjarráð og bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem að taka til máls þessa fundargerð. Fulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bara svona
Forseti bæjarfélagsráðs, bara svona rétt að bæta við að það hefur þurft að standa svolítið í lappirnar í þessu máli. Það er svona við svona litla sveitarfélagi hérna á höfuðborgarsvæðinu við höfum mikil hagsmuna að geta og ég held að geta bara sagt það að okkar bæjarstjóri hefur verið mjög stöndugur og sterk í því og ég er svona reynt að gera mitt besta einnig, þannig að en það er ekki hlaupið að því að við náum að halda okkar stöðu þarna í ljósi bara þess sem hefur gengið á, hækkandi kostnaður og allt þetta, efnahagsástand og svo framvegis, en ég held að við náum vonandi að lenda bara farsælli niðurstöðu fyrir alla aðila að þessu máli. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri? Svo tel ég ekki vera og fundargerðin er lögð fram. Og þá er ekki fleira á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn